Verið velkomin á þennan fræðslufund og það sem verður borið að borð fyrir ykkur í dag er svolítið af niðurstöðum af rannsóknum sem við höfum verið að vinna að á síðasta ári á COVID-19 í samvinnu við heilbrigðiskerfið, í samvinnu við sóttvarnalækni, landlækni og Landspítalann. Og ég ætla að leggja áherslu á að það sem við höfum verið að gera er í raunréttri ekkert annað en að aðstoða heilbrigðisyfirvöld með því að afla gagna sem vorum í tiltölulega góðri aðstöðu til þess að safna. En þegar er að ræða nýjan sjúkdóm sem ekki hefur sést í mannheimum áður, þá verður öll klínísk vinna að einhverju leyti unnin sem nokkurs konar rannsókn. Það sé að við höfum verið að afla gagna í einn daginn sem hafa gagnast okkur í klínískri vinnu næsta dag. Og þegar maður horfir tilbaka og rifjar upp það sem lærðustu menn sögðum þessa pest til að byrja með, þá hefur sumt af því ekki reynst verið rétt vegna þess að menn ósköp einfaldlega vissu ekki betur. En hægt og hægt höfum við aflað þekkingar sem að er að gagnast í dag og mikilvægt hefur horfum til þessa hópsmits sem við erum að takast á við í dag er að nú vitum við hvernig á að takast á við þetta. Þetta er eingöngu spurning viljan til að gera það almennilega. En við ætlum að byrja á því að fá Pál Melsteð til þess að koma hingað upp og útskýra fyrir okkur hvers vegna raðgreining af veirunni hefur gagnast okkur, hvernig við höfum verið að raðgreina þetta og síðan á eftir honum koma þeir Sölvi og Kristján og útskýra fyrir ykkur hvernig þeir hafa sett saman líkan til þess að skilja hvernig þriðja bylgjan var til. En þess að þessi raðgreiningagögn má nota í augnablikinu til þess að skilja hvað er að gerast akkurat núna. Við vitum að núverandi hópsmitt er alltaf sama toga vegna þess að við raðgreinum veiruna. Síðan má líka nota svipuð gögn til þess að komast í raunum eða skilja hvernig fyrri bylgjur áttu sér stað, svo Páll og Svel.